þá höldum við áfram með þetta. Sem sagt, ég man ekki hvort að beðum að tengja þetta nokkuð við, ég ekki viss það. Ég hugsa að hérna í þessu, það bara var svarað að hvernig þetta virkar. Þetta hlutverk að einangra milli 230 volta spennukerfis og 5 volta stýrirásar sem tengist hérna við gegnum transistorinn, og hins vegar hleypir ljóstengið boðum í gegnum hérna ljóstengið með ljósum sem lýsir ljóstíðan, hún lýsir á ljósnæman flöt á base á transistornum, og þá gefur það leiðinni milli kollektor og emitter. Þá tengir transistorinn hérna í rauninni viðvörun á rófan. Þannig er það. Og hérna síðan var spurt hvað ræður tíðni eða hraða blikksins í blikkaranum, seinni hlutanum, og við höfum bara svarað þessu í verkefninu sjálfu, að það stærð á R10 og C4. Þannig að það þéttari hleðst og afhleðst upp í gegnum R10. Við fáum bara spennumælinguna hérna inn á hliðið, inn á hérna norðhliðið í gegnum R11. R11 tekur í rauninni ekkert þátt í hleðslu eða upphleðslu þéttisins, það bara tengir spennugildið á C4, gefur bara upplýsingar í gegnum sig inn á innganginn á norðhliðinu. Svo R10 og C4 ræður tíðnin á blikkinu. Ef við ætlum að auka hraðan á blikkinu, þá myndum við minnka viðnámið R10 eða hérna minnka þéttin. Þá hleðst það hraðar upp. Akkurat. Ok, sem sagt, við höldum svo áfram með þetta. Við höfum næst sér aðgerðarmagnarann, og þið hafið áður reiknað þetta út. Við í rauninni byrjum á því að reikna út gildið hérna í inngangi mínusinganginum, tvistunum hérna, og það sjáum við hér. Við finnum út strauminn út frá gjafaspennunni og heildarviðnáminu, og notum þann straum til að margfalda sinnum neðra viðnámi hérna, og fáum þá spennufallið 3,1 volt og skráum þá á báða staði hérna í töflunni, því að við erum ekki með neitt breytilegt viðnám hérna við mínusinganginn númer 2. Það verður sama spenna í báðum tilfellum, bæði þegar NTC kalt og heitt. Svo svo þurfum við að reikna út við kalt ástand hvað spennan við U3. Og það gerum við með því að alveg eins og hérna áðan finna heildarviðnámið og deila því upp í spennugjafarspennuna, fáum straum og margföldum þann straum við 14 kΩ mótstöðuna og fáum spennufallið 2,4 volt. Og til þess að fá síðan viðvörun hérna út á pinna 6, útganginn, þá þarf, ég segi hérna í textanum, að þegar spennan út á pinna 6 í hágildi skal munur á milli U2 og U3 vera 0,1 volt. Það þýðir það að spennan út verður að vera 3,2 volt, og þá skráið þið það hér. Svo bara spurning hvort þið reiknið að lokum stærðin á NTC viðnáminu. Þið klárið þá allt dæmið með því. Þá vitum við það að spennan þegar að útgangurinn er orðin með háttgildi, það komin bilun, að þá spennan á þristinum 3,2 volt, og við notum þá spennu til þess að athuga hvað þá straumurinn í gegnum 14 kΩ mótstöðuna.
það gerum við hér. 3,2 volt deilt með 14 kΩ, notum þann straum til þess að deila upp í spennufallið sem þá yfir NTC mótstöðuna, en það nefnilega mismunurinn á 5 volta spennugjafarspennunni og spennunni yfir R14 sem 14 kV mótstöðunni sem 3,2 volt. Það þessi mismunur og við deilum þá straumnum upp í þá spennu sem yfir NTC mótstöðuna og reiknum þar af leiðandi út stærðina akkurat á því augnabliki á viðnáminu í NTC mótstöðunni sem þá 7,87 kV. Þannig förum við að þessu. Ok, þið hafið gert þetta nokkrum sinnum og þið æfðu þetta sama fyrir fyrsta prófið sem sagt. Já, við höfum gert þetta í rafmagni 100 og í þessum áfanga. Þá þurfum við bara að æfa þetta núna fyrir þetta próf. Það klárt. Því að við höfum tekið þessar mælingar. Við höfum tekið akkurat þessa mælingatöflu og sett hann inn í skýrsluna. Við höfum verið í þessu. Ok. Heyriði, þá það eitthvað fleira hérna. Hér rauninni, já, svona á að lýsa í stórum dráttum því sem að gerist í rásinni þegar viðvörunarrofinn rýfur sambandið frá 0 og hins vegar eigum við aðeins eftir að skoða virknina hérna á IC2. Við erum búin að renna gegnum þessa 8. og 9. spurningu og virkni á IC2, þá held ég að við séum búin að fara í gegnum allt þetta nema kannski við höfum haft að skoða spennuföllin hérna í rásinni, bara til öryggis, til að styrkja ykkur í því. En þegar viðvörunarrofinn rýfur, þá hættir straumurinn náttúrulega að fara hérna beint til jarðar frá neðri tengingu R1 og þá þegar straumurinn uppleysur straumurinn þéttir sig gegnum R1 og R2 og þéttirinn hleðst upp og við köllum þetta töf á bilun, það sem sagt hvað þessu þéttirinn sem sagt lengi að hlaðast upp, þetta ákveðin tími sem að fer í það og ef við ætlum að lengja tíman á því þá náttúrulega stækkum við þéttin til dæmis en þegar að eftir ákveðin tíma þéttirinn búin að hlaðast upp í ákveðið gildi að þá komið hátt gildi inn á IC1A og þá verður lágur út og við það þá opnar transistor 1, við fáum það byrjum 4,3 volt yfir R3 en base emitter spennan hérna verður 0,7 volt á T1 og við fáum nokkurn veginn 5 volt hérna í gegnum transistorinn, svona 4,6 volt eitthvað svoleiðis og allavega og þannig að við fáum D2 til að lýsa. En það sem að gerist svo hér, ef það kemur lágt gildi hér, þá hátt gildi út af IC1B og þá hátt gildi líka við baseinu á transistornum T2 og engin spennumunur, 5 volt bæði á base og emitter, það þýðir að transistor 2, hann leiðir ekki straum og D3 græna ljóstíðan, hún slökkt. Og í rauninni þá fáum við sem sagt spennu frá kollektor á T1 inn á IC2 rásina og sú rás býr til púls fyrir flautuna, fyrir flauturásina. Og þannig þá værum við búin að lýsa því sem að þessi hluti rásarinnar gerir. Einhverjar spurningu varðandi þetta? Eigum kannski eftir að skoða aðeins betur inn í IC2. En alveg eins með þetta hérna, við áttum okkur á því hvað gerist í þessari rás þegar við fáum púlsinn hérna, eða þegar viðvörunarrofinn rýfur, þá endum við á því að segja að það kæmi púls frá pinna 3 á IC2 og það kemur í gegnum C5 og við fáum púls inn á IC3A, háttgildi, sem sagt, 1 púls þangað
og við það verður útgangurinn hérna í mælipunkti 8 verður 0 og við getum alveg stuðst við mælitöfluna hvernig þetta gerist og þá fer þessi blikkrás í gang ef að útgangurinn hérna verður lágt gildi. Þá sem sagt fer rásin að blikka og eða sem sagt já D4 ljósið það blikkar og þar til að við kvittum hérna með kvittunarrofanum á þessum minnistætti fáum þar háttgildi, þá er lár hérna og lár gefur okkur háan hérna aftur út og þá stoppar blikkið. Við förum ekkert dýpra í sjálfu sér þetta hérna, við höfum farið auðvitað í hleðslu og upphleðslu á þessu hérna þétti sem að býr til þetta blikk eða það CR10 og C4 sem að ræður til dæmis tíðni blikksins og síðan hafið þið svarað þessu eitthvað í skýrslunni meira með þennan blikkara og svo eru líka svör í skýrslunni við þessum hluta hér þannig að við förum ekkert dýpra í að lýsa þessu. Þetta væri alveg nóg að lýsa því að það kemur bara púls hérna í gegnum C5 og inn á inngang hérna í C3A og við það verður útgangur lár sem að setur blikkarinn í gang og D4 fyrir að blikka. Það er rauninni alveg nóg að segja það. Svara þessu þannig. Núna skulum við þá lýsa aðeins betur í C2. Hvað gerist þar? Já, þar erum við með þessa rás hérna. Það kemur sem sagt inn á pinna 4 og 8. Það er ekki merktur hérna pinni 8, það fer inn á R8 sem er tengt í pinna 8 hérna og þetta er eitt af þessum þremur viðnámum hérna sem búa til spennudeilinguna í 555 rásinni hérna og þegar við fáum sem sagt háttgildi hérna þegar T1 leiðir og rauðaljóstíðan D2 lýsir að þá verður upphleðsla á C3 og jafnframt þá skiptist spennan hérna í 2/3 og 1/3 af þessari spennu sem kemur inn á 4 og 8 og á meðan að sem sagt, C3 er að hlaðast upp í gegnum R7 að þá eru þessi samanbera þættir að bera saman spennuna á þessu hérna á 1/3 við spennu þéttisins og þegar að spennan er komin upp í 1/3 spenna þéttisins er komin upp í 1/3 af heildarspennunni hér að þá fáum við sem sagt sett púls inn á þennan minnisþátt sem að hérna gefur okkur háttgildi út frá magnaranum hérna á pinna 3 og þegar að þéttirinn hleðst svo upp heldur áfram að hlaðast upp og við erum komin í 2/3 af heildarspennunni að þá fáum við reset-merki sem að slekkur á púlsinum út. Þannig breytir þessi IC2 rás sem sagt ákvílandi merki frá transistor 1 ákvílandi merki í stuttan púls sem að í rauninni notaði til að kveikja á flautunni. Svo við getum slökkt á henni og þá erum við tilbúin að fá púls frá einhverju annari bilun til þess að kveikja aftur á flautunni. Já, sem sagt aðal hlutverk IC2 er að breyta ákveðjandi merki í stuttan púls. Og það er bara að lýsa þessu hvernig þetta gerist. Meðan að C3 er að hlaðast upp að þá eru tveir samanbara þættir, annar þeirra setur minnisþátt með útgangi háttgildi og hinn samanbara þátturinn resetar minnisþáttinn svo að púlsinn fer aftur í láttgildi. Það má segja það í stuttarmáli. Ok, og hvað eigum við þá eftir að gera? Það er að
aðeins að skoða þessa rás hérna sem að við vorum með í þessa mælingar hér. Og hérna við vorum með, já, það er rauninni þetta hér. Þessar í lagi annars vegar og bilað hins vegar. Og hérna þessir inngangar, þeir eru náttúrulega samtengdir, svo að hér er einhver villa í þessu, þannig að ég hugsa að það sé búið að leiðrétta það væntanlega hérna, eða hvað? Spurning, jú, búið að tengja hérna saman, ég veit ekki hvort þetta er alveg rétt hérna. Þetta er D3, það er grænljósstíðan. Þegar er sem sagt já, þegar er engin spennumunur hérna, þá er bilun í gangi og þá er mælist líka öll spennugjáðspennan yfir hérna milli kollektor og emitter, það passar og hér er mælist háttgildi í báðum tilfellum hérna þegar að bilun er, því að báðir PR-transtornir þeir leiða og þá er þegar er 0 volt hérna. Býtu nú við. Nei. Já, sko, þegar það er, ok, já, þegar er 0 volt hérna, þá leiða báðir PR-transtornir og tengja sem sagt 5 voltin hérna niður, alveg rétt. Já, tengja 5 voltin hérna út og þá er bilun. Þá er engin spennumunur, það er sem sagt rauðu hérna, gildin sem að segja til þá er bilun. Þá er engin ströymur hérna gegn, öll spennugjáðspennan er milli kollektor og emitter og grænljósstíðan er slökkt. En þegar allt er í lagi, þá er háttgildi hérna inn, sem sagt 5 volt inn á A og B og þá leiða innrásartranstornir hérna niður og við fáum nánast 0 volt við hérna mælipunkt 4. Já, hvað er það 4, mælipunkt 4, ég er ekki alveg viss. Ég held að það eru 3 hérna megin og 4 hérna hinum megin. En allavega við straummælinn hérna, þá fáum við mjög lágt gildi hérna. 0,02 volt og 4,16 volt við baseinn, þannig við erum með base emitter spennu 0,72 volt og þá er transistorinn í leiðinni og grænljósstíðan lýsir. Þannig að þið eru áttu okkur á því að ef það er 5 volt hérna inn, þá er engin base emitter spenna og þá er slökkt á grænljósstíðanni. Þegar lágt gildi er hérna inn á R4, vinstra megin við, þá er 0,7 volt milli emitter og base og þá er transistorinn leiðandi og grænljósi lýsir. Það er alveg að þið skiljið þetta. Ok, þessa rás hérna. Ok, ég held að það séu þá ekki fleiri atriði sem við þurfum að fara í gegnum. Þetta er aðalmálið fyrir próf 2. Einhver spurningar? Nei, bara eftir að slaka á upptökunni, ég hef ekki svona að leina á. Já, ok, allt í lagi. Þá segjum við þessu lokið.